Nú ætlum við að halda áfram með stjörnufræðina. Sólir eru ólíkar að gerð, þær eru misbjartar og misheitar og misstórar. Þeim hefur verið raðað upp í ákveði kerfi sem kallað er HR-línurit og þið sjáuð hér. Þar er þeim raðað eftir yfirborðshita, þar kaldari eru hérna hægra megin í línuritin og þar heitari eru hérna vinstra megin, þið sjáuð kvarðan hérna niðri. Og þeim er líka raðað upp eftir hvað eru bjartar, hvað er gefa frá sér mikið ljósafl. Og sólin okkar er hérna í miðunni. Þetta er sem sagt bjartari sólunar hérna fyrir ofan og það er daufari hérna fyrir neðan. Flestar eru þar af svo kallari meginröð sem þið sjáuð hérna. Þær eru í raun eftir því sem þær hitna, þá eru þær bjartari. Það eru hins vegar til sólir sem eru tiltölulega kaldar en eru mjög bjartar, eins og reginreisarnir sem eru stærstu stjörnurnar, stærstu sólinnar, og svo reisarnir sem eru líka stórir en ekki eins stórir. En sólin okkar er af þessari svo kallari meginröð. Síðan eru til hvítir dvergar sem eru frekar daufir en mjög heitir. Sólin okkar, hún er eins og ég sagði hérna það bil í miðunni. Sólin okkar er frekar lítil ef við miðum við aðrar sólir. Hérna sjáum þannig við hliðina á stærstu þekktu sól sem við vitum um og við skulum kíkja á þetta örlítið nánar. Við byrjum á einhverju einföldu sem við þekkjum en teljum frekar stórt svona í dagstæli allavega. Það er tunglið. Tunglið er frekar stórt en við hliðina á Merkúr þá er það ekki eins stórt. Merkúr er svolítið minni en Mars, þetta er ekki stjörnur innarlega í sólkerfinu og svo kemur Venus og jörðin. Við sjáum það jörðin er töluvert stærri. Næst kemur Neptúnus sem er töluvert mikið stærri. Þetta eru gasreisarnir í ytri hluta sólkerfisins og svo kemur Júpíter sem er stærsta reikistjarnan. Við hliðin á sólinni er Júpíter kannski ekki svo stór. En er sólin stór? Við skulum skoða. Hún er nú kannski farin að minnka á skjánum hjá okkur núna. Og þetta virðist ætla að stækka endalaust. Nú er sólin orðin bara pínulítill debill á skjánum. Hún hverfur núna út af skjánum. En sólinnar þær halda bara áfram að stækka. Og stækka þangað til að við förum að nálgast þekktustu stjörnu sem við þekkjum og hún er hér. Við ætlum að sjá hérna jörðina í samanburði. Hún er svona stór. Látum þetta duga. Sólir gefa frá sér ljós vegna þess að það losnar orka við kjarnasamruna. Kjarnasamruni er þegar tveir kjarnar frumefna renna saman og mynda nýjan. Þá renna saman kjarnarnir þannig að við leggjum saman fjölda róteinda, þá fáum við út hvað efni kemur út. Megnið af þessum kjarnasamruna er þegar tvær vetnisfrumeindir sem eru einfaldasta frumefni sem til er, tveir kjarnar renna saman og mynda þar af leiðandi efni sem er næst í lótukjörinu og þetta er helium. Síðan getur vetni runnið saman við heliumfrumeind og svo framvegis, mynda alltaf næsta efni fyrir ofan og þannig eru öll frumefnin sem við þekkjum, þessi náttúrulegum, þau eru í sólinni. Ef það væri ekki þannig þá væri ljósið frá sólinni ekki hvítt eins og það er, innihéldið ekki alla litin, þá væri gloppur í því. Það er öllu flóknara mál. Sólin okkar er þrælmerkileg þó hún sé nokkuð venjuleg með við margar aðrar sólir. Hún er álíka gömul á jörðin 4,5 milljarða ára gömul. Sjáu hérna nokkrar tölulegar staðreyndir, ég ætla ekki að lesa þær allar upp. Það eru umhverfis sólina er svokölluð sólkóróna sem við sjáum ekki með berum augum nema í sólmyrkva. Þá sést hún. En þið sjáuð að það eru svo kallar sólstrókar eða kórónulykkjur
sem að eru miklu stærri en jörðin, sem að þeyta efnum hérna langt út í geim, og sólin gefur frá sér rafhlaðnar agnir sem berast til meðal annars til jarðarinnar. Sólir eiga allar sitt æviskeið og það er mismunandi eftir því hvað þær eru stórar, hvernig þetta gengur fyrir sig. Litlar stjörnur, það er enda líf sitt sem hvítir dvergar, meðalstórar stjörnur verða nifteindastjörnum eða tifstjörnum og stórar sólir verða svarthol. Og við skulum skoða þetta örlítið nánar. Hér sjáum við stóra stjörnu. Hún fæðist, verður að efni þéttist í sól og hugsanlega reikistjörnur í kring, þó að stærstu stjörnurnar séu með það mikinn þyngdarkraft að það er ekki mikið reikistjörnur í kring á þær. En þið sjáu að þetta er að gerast á kannski 10-15 milljónum ára. Er það langur tími? Já, meðan við mannshæfina þá er það töluvert langt. Svo stækkar hún, verður að reginrisa, þangað til hún fellur saman í myndar sprengistjörn og fellur svo saman í svarthol. Meðalstór stjarna og lítil stjarna fari gegnum svipað ferli. Við sjáum þetta, nú ganga þetta allt, ganga öll 3 myndskeiðin. En ég ætla að benda ykkur á kvarðan, sjáðu. Þessi gengur á 1400 milljónum ára á meðan þessi gengur á 14.000 milljónum ára. Sólin okkar er af þessari gerð hér. Telst vera lítil stjarna sem myndar að lokum hvítan dverg. En það er stækka þegar að þær koma nálægt enda æviskeiðsins, og þegar að sólin okkar kemur til með að gera það, þá á hún eftir að gleypa hluta af sólkerfinu. Þar á meðal er líklegt að hún gleypi jörðina. En það er einhvers staðar á bilinu 5-10 milljarðar ára í því að þetta gerist, þannig að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Stundum og flestar sólir eru bara stakar. Þær geta verið nokkrar saman eða hreinlega bara 2 saman og snúast á hver aðra. Sjáum hérna dæmi nokkrar stjörnuþyrpingar. Stjörnuþokur hins vegar eru risastór kerfi stjarna og sólkerfa sem að þeim fylgja. Stjarna og sól er í sjálfu sér sami hluturinn. Stjörnuþokur skiptast upp í nokkra flokka. Þyrilþokur eins og vetrarbrautin okkar, linsulaga sem eru svona ílangar, og svo óreglulegar sem geta verið bara alls konar í laginu. Vetrarbrautin okkar er þyrilþoka. Sólin okkar er utarlega í einum þyrilarminum. Þar eru 200-400 milljarðar stjarna. Þetta er gríðarlegur fjöldi. Og þetta snýst allt nokkurn veginn í kringum miðjuna. En það er hreyfing sem við verðum ekkert vör við, það sem allt í kringum okkur er að hreyfast á sama hraða. En þá er þessu lokið.